Við erum með Guðmund formanninn. Við ætlum að spyrja þig kostnaðinn við svona keppni. Hvernig fjármagnar HSÍ svona keppni? Já, sko, þetta náttúrulega bara inn í okkar heildarfjármögnun og við HSÍ fjármagnað svona cirka 80% með styrktarsamningum og svona svona framlögum til HSÍ. Þannig að þetta hluti bara af því og við þurfum bara að vera mjög duglegir núna í framhaldinu að halda því áfram. Þið fenguð styrk frá afrekssjóði núna bara daginn og hann kemur sér vel í svona verkefni? Já, við vorum mjög ánægðir með það því að það var aðeins aukið fyrir okkur og það var ánægilegt að sjá það að það var bætt í sjóðinn því að nú Karvan að fara að spila í sínu fyrsta Evrópumóti og þeir fengu líka góðan styrk. Þannig að við vorum ánægðir að það var ekki skorið niður, heldur var frekar bætt í. Já, þú segir einmitt að þessi ferð, hún kannski, þú talaði hún var ódýrari heldur en flest önnur mót. Já, þannig að það meira greitt fyrir ferðir heldur en áður og það kemur nú til af því að Alþjóðahafnarsambandið gerði stóran styrktarsamning eða sjónvarpssamning við Al Jazeera sjónvarpsstöðina og þannig að það kemur, við fáum meira greitt núna heldur en áður. Áframhaldið, þessi stórmót á hverju ári hjá HSÍ, þannig að kostnaðurinn yfirleitt mjög mikill á hverju ári. Þið duglegir að safna fyrir? Já, þetta alveg stöðug vinna að viðhalda styrktarsamningum og fá fleiri aðila til að koma á bak við okkur. Auðvitað þyrftum við að ná að safna meiru og styrkja umhverfið í kringum þetta, bæði grunnstarfið í yngri landsliðum og uppbygginguna og eins náttúrulega draumur hjá okkur að vera með B-lið, þess að B-lið landslið sem að við fengjum verkefni fyrir og það myndi auðvelda mönnum að koma inn í aðalliði. En það bara hingað til ef það verið á dýrt, en það okkur gríðarlega mikilvægt ef við næðum að fjármagna það. Á framhaldið hjá HSÍ, hvað næstu skref í starfinu í HSÍ? Já, nú þurfum við síðan í framhaldinu að vinna okkur sæti í Evrópukeppninni að ári og það svona okkar helsta markmið núna, en síðan þurfum við líka svona að fara að huga að grunninum og rótinni og svona velta fyrir okkur hvernig við styrkjum okkar menn og svona mín skoðun svo að við þurfum að fara að einbeita okkur svona meira líkamsstyrk og samræma starfið í félögunum það að styrkja því að ekki getum við stækkað menn en við getum hugsanlega styrst og orðið sterkir og teknískir og það svona markmið að reyna að fara að samræma það betur og ég held að það geti verið lykillinn að árangri í framtíðinni. Takk fyrir Guðmundur.